Þá kom að þriðja liða dagskrá samningur velferðar, fræðslu og frístundaþjónustu til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Hér samningur velferðar, fræðslu og frístundaþjónustu. Þetta liður 4 í fundargerð bæjarstjórnar á 3. mars. Þetta var samþykkt hér í bæjarstjórn og vísað hér til seinni afgreiðslu. En nú aftur lýsi ég yfir ánægði með þennan samning og til hann mikið framfara skref, þannig að ég ætlast til að við mögum bara samþykkja þetta aftur hér í seinni umferð, þannig að við hér til samþykktar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tek undir með bæjarfulltrúa Heimi að þetta samningur sem mikið framfara skref, hann heilsteyptur og fjallar viðamikla og mikilvæga þjónustu sem verið að veita fyrst og fremst hér á Akureyri en líka til fámennari nágranna sveitarfélagana, svona aðeins eðlisólíkur ýmsum öðrum samningum sem við erum með og taka líka til stærri nágranna sveitarfélaga okkar. En það tvennt sem að ég rak augun í bara þegar ég fór að skoða þetta núna fyrir seinni umræðuna og við erum ekki að fara að breyta neinu núna tel ég og ég styð samningin og samþykkt hans en ég bara svona velti upp fyrir komandi bæjarstjórn kannski til að hugsa að það til dæmis skilgreiningin á kostnaðinum sem að fellur undir samningin í 7. grein segir greiðslur vegna þjónustunar eru reiknaðar út frá heildarlaunakostnaði velferðarsviðs og fræðslu- og lýðheilsusviðs þeirra starfsmanna sem sinna þeim verkefnum sem ræðir. Að auki gert ráð fyrir hlutfallslegri þátttöku í yfirstjórn, bókhaldi og launavinnslu. Það til dæmis ekkert minnst á húsnæðiskostnað vegna starfsfólksins okkar. Við erum náttúrulega að bera mikinn húsnæðiskostnað vegna þessa fólksins og við þekkjum á skrifstofunum okkar. Þetta svona til umhugsunar og ég bendi líka á að það engin sérstakur gildistími á samningnum og engin uppsagnarákvæði. Það sem að við kannski komumst næst slíku 10. grein sem heitir úrsögn sveitarfélags. Og þar segir ákveði sveitarfélag að hætta aðild að samningi þessum. Skal viðkomandi sveitarfélag tilkynna það með skriflegum hætti til Akureyrarbæjar. Þannig að sem sagt öll hin sveitarfélögin geta bakkað út úr samningnum en það ekki að sjá að við getum það með neinum tilteknum ákvæðum í samningnum. Það vissulega talað endurskoðun og eitthvað svoleiðis en ég svona varpaði þessu fram til umhugsunar og kannski inn í næsta kjörtímabil. Mögulega myndum við vilja sníða einhverja vankanta af samningnum. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið laust. Fleiri ekki hvað sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt. Það eru 11.